Undirbúningur ljósanætur stendur nú sem hæst og stefnt að plastlausri hátíð. Fyrirtækja og verslunareigendur í Reykjanesbæ hafa brugðist vel við viðleitni bæjaryfirvalda og samtökin Betri bær hófu ásamt bæjarstjóra og bókasafni Reykjanesbæjar átak sem miðar að plastlausri ljósanótt. Markmiðið að sauma 1000 taupoka á bókasafni Reykjanesbæjar fyrir ljósanótt sem meðal annars verði nýttir í verslunum á Hafnargötu. Hver hugmyndin með plastlausri ljósanótt? Hugmyndin með plastlausri ljósanótt kemur í rauninni frá því að við erum þátttakendur í verkefni sem kallast Plastlaus september og Plastlaus september snýst ekki það að útrýma öllu plasti heldur að gera betur sem samfélag. Að reyna að draga úr eins og hægt og þegar við horfum yfir okkar dagskrá í september þá augljóst að ljósanótt þar mjög stór faktor og mjög stór þáttur og ekki bara hún mjög stór þáttur heldur hún líka mjög stór mengunarvaldur því allt sem maðurinn gerir mengar og þegar við förum á stjáa þá erum við að menga. Þannig að við ætlum að reyna að setja okkur þetta markmið að draga eins og hægt úr plastnotkun og ljósanótt. Hafið þá sett ykkur að sérstakar reglur fyrir þátttakendur í hátíðinni? Við erum ekki endilega að tala um sérstakar reglur, heldur miklu frekar að setja okkur þau markmið sjálf að reyna að draga úr. Og þetta sem við erum að gera hér í dag með þáttöku Betri bæjar, það sem að verslanir á Hafnargötunni eru að koma og taka þátt í að safna pókum, margnóta pókum til þess að draga úr plastnótkunni hjá sér, að þá erum við að vinna að þessum markmiðum okkar með plastlausa ljósanótt. Þetta gerist ekki á einni nóttu, ekki einni ljósanóttu, heldur munum við ná að gera þetta með tímanum. Þið erum að bjóða upp á á bókasafni bæjarins, þeir eru með svona pókastöð. Hvað ætlið að vera að gera þar? Já, pókastöðin snýst það að safna núna og sérstakt átak í gangi núna í aðdraganda ljósanætur að safna margnóta pókum. Það gerum við með því að við saumum inni póka, gerðir úr efnisafgöngum og bútum sem við fáum og þá hægt að framleiða hér póka sem við söfnum saman, útbúum svo kallega pókastöð. Og þetta það sem að hugmyndin kölluð á ensku boomerang, það að segja að það ekki hugmyndin að þú farir saumiði póka, farir með hann heim og setur hann í skúffu, heldur leggir hann hérna fram í pókastöðina þar sem að fólk getur tekið, nýtt sér og skilað aftur pókunum. Og ef að við okkur textamarkmið sem við ætlum að reyna að ná 1000 pókum fyrir ljósanótt, þá getum við dreift hér pókum á verslanir á Hafnargötunni og þá hjálpum við hvert öðru að vera eins plastlaus og hægt á ljósanóttinni.